Já. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Við erum að koma frí, Birkir. Já, ég er skemmt frí. Já, þú ert búinn að vera á Lanzarote að spóka þig. Ég veit ekki hvort að áhorfendur hafa tekið eftir því. Nei, ég er dóltið brunnin. Já. Ég glemdi sólavörn. Já. Nei, ég glemdi hann ekki, ég bara... Ég held ég þyrfti hann ekki. Nei, En svo sést á mér í dag, þá þurfti ég á hann að halda. Þú þurftir hann að halda. En við erum með slagara færibandið Friðrik Dór. Mættur í setti, verður velkominn. Takk fyrir, takk. Hvað segir ég? Já, persónulega er ég geggjaður. Já. Skalum 0-10 og er ég... Já, 9-5. 9-5. Já, bara frábært að fá þig, Friðrik. Bara, þarna... Verið lengi að blaða hjá okkur. Mjög lengi. Og við ætlum bara að hafa þáttið þannig að við ætlum að vera að syngja fyrir þig. Já, til í það. Við erum með einn nýjan lið, það sem að, kom betur að því eftir. Viljum byrja því bara að takka, ef ekki bara byrja á smitten. Jú, rödd kyn. Myndavælinn datt út, Birkir. Anskot. Jú, þeir eru fyrir öllkyn og ég kann þeim bestu þakkir, persónulega. Svo erum við með Peiti, sem að einfalda reikningerð, Hvernig varst þú og launagreiðslurnar. Þegar þú varst smitten, Leifur, Já. þú ætlaði að koma með maka núna, þarna, hvernig flokkaði þú kynin? Þú veist, hvað varst þú með í katalógnum? Ég var með allt. Já, skilja. Já. Þetta er bara þannig app. Já, þetta er fyrir alla. Það er bara svo lýs. En ef við byrjum, þá er það dóminusmenn sem eru með fyrstu spurningu kvöldsins. Og við viljum aðeins ræða bara upp að á ferlinu með það, Friki. Já. Þú útskrifaðist á Versló 2008 og fer að búið til sketsa með Fannari. Já, rétt. Þetta. Heimaðina? Já, heimaðina. Aldrei verið spyrur út í þetta. Já. Já, King Fannasveins. Já. Hvernig kom það til? Varstu búin að vera í einhverju myndbandagerð og Já, við vorum búin að vera í 12.0 í Versló, ég og Fannar. Ég var að stoppa þarna. Eru til einhver 12.0 lög með þér? Ekki 12.0 lög, nei. Það er til 1. Þú veist, til. Eftir að þið, sko, ég lagðist í alvöru heimaðinu. Þú og Jón syngið inn á 12.0 lag eftir að þið kláruðu það ekki? Jú, var það 12.0 eða var það hann að... Rjóminn. Það held að vera Rjóminn. Já. Það var eitthvað, Jamþröstur. Já, Jamþröstur. Svakalegt lag. Já, ég og Fanna vorum bara saman í 12.0 og Benni Valls var líka með okkur og síðan fór ég og Fannar og Grímur Björn, vinur minn, okkar, fórum hann á Mokkan, gerðum hann einhverja vefþætti fyrir Monitor. Það var aðalega bara einhver endurvinnsla á einhverjum 12.0 skellum, sko. Og þessi þættir hafa elst vel eða ekki? Það held ég. Er þetta nálgast á einhverstað, veistu það? Ég í allri hreinskilni held að það sé bara að ég allavega veit ekki hvernig og hvar þú ættir að finna þá. Nei, við þurfum að... En ég hvet fólk sem er að hlusta á að reyna að finna þá. Við þurfum að fá Chessenberg rittarana í alvöru heimaðin núna, finna þess að þetta, grafa það upp. En í kjölfarið árið 2010 þá brýtur blað í íslenski tónlistasögu og gefur út í raun og veru, já við skulum bara kalla þetta sem þetta er, fyrsta R&B-plata Íslands. Já, eitthvað svoleiðis. Og fannst þér þú verið að brjóta blaðina? Já. Ég vissi alveg að sko... Þetta var eitthvað nýtt? Já, og aðalega kannski út af því, þú veist, ég gef plötun út 2010 en hérna hlið kemur út 2009 og það er gott svona merki að þú sérst að gera eitthvað nýtt, svona að þú farir svo mikið af sko, þó ég fekk náttúrulega mjög mikið pepp og góðar móttökur, en svo farið samt svo mikið af líka liði sem bara ræður ekkert við þetta, bara hvað er þetta? Og heyrir bara, miklu meira frá því liði, sko. Já, þau eru svo rosa hávær og þú veist, og þarna var YouTube miðlinn, skilur, þannig að það var alltaf komment undir vídeóið, skilur. Já, og menn voru ekkert að halda aftur að segja Nei, það var alls konar, skilur. Og hérna, já, þannig að þá veit maður svona, já, betur, þetta er kannski eitthvað svona sem að þau eru ekki, eru þau tilbúin í þetta? Skilur, ég veit það ekki. Hvað var það sem fólk var ekki tilbúin? Við minnir, aftur, ég var bara 10 ára þarna, sko, en þú veist, var ekki verið að skjóta autotune og annað? Jú. Það var bara fyrirbæri sem þekktist heldur ekkert mikið áður, sko. Já. Og væmnina líka? Eða aðalega átjóni kannski? Það var aðalega bara þetta, veist, hann kann ekki að syngja því hann er að nota autotune og hérna og eitthvað svona og síðan, væmnina líka og þú veist
mikið verið að hérna kalla mig sko hérna sem sagt samkynhneigðan nema bara með ljótum orðum og hérna og eitthvað svoleiðis og sem að var þá væntanlega eitthvað skota á væmnina eitru kallmennska. Er þetta einhver þetta er hliðið náttúrulega eitthvað önnur lög sem að fengu að heyra já, það var bara allir þessi plata þannig skilur við á minni mig, ég man ekki lengur en hérna fóru marga kvöldstundir í að lesa YouTube-kommentin? Ég var frekar fljótur sko að hætta þessu sko en hérna en svona ég man alveg, ég var samt svolítið svona þú veist, ég tók smástund maður þarf alveg aðeins að venjast þessu en svo bara ég er alveg ágætur í að vera bara sama sko. Var platan samin einhverju leiti fyrir söngleik í Versló? Ekki platan en hlið sem upprunalega er samið fyrir hérna ég byrja að semja hlið í tengslum við söngleik sem að ég og vinir mínir vorum að semja fyrir og planið var að pitcha á Versló skilur. Eða þú veist því var pitcha á Versló en fór ekki og en þetta lag var komin svona einhverja leið í eitthvað demo komið hana og ég var búin að leiða fólki að heyra og það ég vissi að það væri eitthvað annað sko. Voru það þá okkar menn í Stop It Go eða? Nei, þetta er sko Red Lights já. Úr Hafnarfirðinum. Já, og þeir pródúseruðu sko held ég 9, ég held að sé 12 á fyrstu plötunni, ég held að þeir pródúseruðu 9 og Stop It Go 2 og svo þessi 2 teymi saman eitt lag. Sko á þessum tíma þá ert úr Hafnarfirðinum með Red Lights og svo ert í Versló með Stop It Go og gefur út þennan slagara. Voru þetta stjörnundar að læna eins og maður segir á lélegri íslensku? Var þetta, þú veist, doldi bara svona kannski perfect match in heaven, bara þú ákvörðu þessum tímabundi með gott aðgengja bæði Stop It Go og Red Lights? Já, þú veist, ég geta, þú veist, bara eins og þarna ég að gera hennar söngleik með hérna strák sem heitir Freyr og hann þekkir Red Lights gaurana, þeir eru sko Víðistaðaskóli og ég er Seyðisfjarðarskóli og hérna og ég hérna þekkti í raun strákan ekkert sko Ingo Jóa ekki neitt sko en hérna en Freyr í rauninni tengir okkur og hérna og þannig að og ég segi líka sko og tengir okkur og þeir taka mig svolítið, þú veist, ég hefði bara haft þetta eitthvað svona kassagítar drifið eitthvað aldrei farið með eitthvað en þeir, þú veist, fara alveg bara svona, og er alltaf þú svona með hverju demón að fara með þetta lengra og lengra yfir í þetta R&B svona, og þú veist, þetta er þá meira svona hip-hop R&B og þannig að þú veist, já, þetta eru stjörnurnar að læna skilur þú veist, þú veist að þetta eru strákar sem ég þekkti ekki neitt en þú veist, þarna er einhver sameiginlegur kunningi sem er eitthvað svona, hei, þú veist og það var bara þú veist, röddin þín hljómar smúð og hérna þeir geta gert hérna eitthvað, veist, og það sem er líka bara fallegt við þetta er að þetta er bara svo mikið bara allir, þeir voru bara búin að gera rap bara alveg svona hip-hop og þú veist, ég kem bara, þú veist, úr ég hef mikið búin að hlusta bara, þú veist, sko, ég hef alltaf hlusta mikið á R&B, eitthvað svona Lauryn Hill og eitthvað svona mikið, en það er, þú veist, ef pæli í Lauryn Hill kannski eins og, þú veist, Lauryn Hill Unplugged og síðan Miseducation of Lauryn Hill, það er svolítið svona kassagítar á köplum, einhvern veginn drifið. Þannig R&B og Usher og eitthvað svona, þú veist, öllu sinni svona, ég var rosa veikur fyrir svona einhverju stanni, en þeir, þú veist, koma úr þessum hip-hop heimi og það sem ég ætla að segja, það er svo fallegt að, þú veist, það er allir bara að algjörlega þreifa sig áfram í myrkri, sko, þú veist, og bara þeir eru alltaf bara að byrja líka. Já, þeir eru líka að byrja í þessu, skilur, og þú veist, síðan hafa þær í raun kjölfarið, þú veist, meira verið eins og Jói mikið að vinna með Gísla Pálma og eitthvað sem er náttúrulega bara hardcore hip-hop, skilur við. Þannig að hérna, þetta var bara ótrúlega skemmtilegt að svona einhvern veginn duttum bara niður á eitthvað moment og þannig er nú bara þetta líf, sko. Já, bærins bestu, okkar allar bestu menn. Hvað fyrir að pulsu með hana? Ég, sko, fæ mér
pulsu með öllu svona, ef ég er í einhver svona brjáluðu stuði, annars er ég tómat sinnep stektur, sinnep yfir undir. Já. Sinnep yfir undir. Já, ég er svona sinnepstrákur svolítið. Já, svolítið. Sko, þeir vilja vita, eru að spá í sko, plötur sem Blasroka gefur út sama ár. Já. 2010, þetta var rosalega ár. Þetta er Kimbabwe, Haf, rosalega plötu þarna. og hlið við hlið. Þú kemur fyrir á Copacabana og þið gefur út bangarinn Keyrum þetta í gang. Yes, sir. Hversu stórt var að koma með lag á plötunni hjá Geitinni sjálfur, svona slemma? Það var mjög, Var ekki mikið viðurkenning? Jú, þú veist, það var mjög stórt, skilur, í alvöru, þú veist, hann er náttúrulega bara absolutt Geitinn, sko. Og þannig að, jú, það var mjög gaman og líka bara, þú veist, að ég hafði bara geðið gott af því að vera togaður svolítið langt yfir í eitthvað svona, þú veist, eins og hann er bara, þú veist, þú finnur ekkert mikið ólíkar típur heldur en okkur, skilur svona, en þú veist, en að vera bara, þú veist, að vera bara togaður svolítið yfir í eitthvað svona aðeins grófara, aðeins meira eitthvað svona, ekki það að Keyrum þetta í gang sér þannig, það er kannski meira þannig fullorðinslægið sem ég er á þessari plötu hjá hún líka sem er lag sem að ég hef aldrei komið með sjálfur en allt er góð með það var skemmtilegt. En þú veist, já, þannig að bara öll þessi áhrif sem að þú veist, eins og að fara yfir og vinna með Red Lights og síðan að vinna með Erpi og eitthvað svona, það bara hvað segir maður, breikkaði bara sjóndildaringin minn, sko, og ég hafði bara mjög gott að því. Var þetta Erpi sem kom til þín eða þú til hans? Sko, með Keyrum þetta í gang sko, við eigum náttúrulega 3 lög saman, sko, við eigum náttúrulega líka á sama, hvað heitir það, á sama stað. Já, sama, á sama stað held ég. Sama stað, já. Lag sem er raunin annað lagi sem ég gef út á mínu ferli. Við skorum finnum við það. Já, ég var að finna kaflum hans. Já, við skorum finnum við það er rosalegt, það var gott, sko. Og já, þannig að við eigum þessi 3 lög, ég man ekki hvað er að segja, en allavega, það var ógeðslega gaman að fyrir mig að vinna með Erpi og eins og segi, það er bara svona að fá einhvern svona grottaralegan dúta sem er bara með allt annað, ég er bara á þessum tíma bara ég veist, ég hef alltaf bara verið í einhverju vestló búblu skiluru og bara allt einhvern veginn svo silki mjúkt eitthvað og bara, þú veist svo færðu bara babaran í smetti já, og bara, þú veist, að keyra með honum ringin í kringu landi og fá einhverja sögur og alls konar kjafta, þú veist, það er bara maður hefur bara gott að þessu. Hann var líklega með skemmtilega sögur en þú. Já. Já, sko já, þú veist, Erpur fékk líka aðeins á baukinn eftir þessa plötu fyrir að vera ekki hann var aðeins að fara út fyrir sitt svið, eða ekki? Jú, algjörlega, ég man alltaf eftir að hann kom í viðtal til Auð og Sveppa og Sveppi, þú veist hann var bara, hvað ert þú að vinna með sem Friðriki Dór það leika mig alltaf eitthvað svona það er kannski svona líka summer upp svona hvernig fólk leita á mig á þessum tíma að vinna með sem Friðriki eitthvað og hann, þú veist, algjörlega hann Erpa mig að það, hann er alltaf bara staðið keikur, sko, hann var ekkert og ég held að það sé líka erfitt að láta hann eitthvað skaman sín fyrir eitthvað, sko, hann bara geggjaði með það, hann bara stendur alltaf beinn og við það sem hann gerir, sko. Já, mér finnst það mjög, sko, að því að gagnrýna á einhverja tónlistastefnur, ég hef ekki borið á þessu nema kannski núna aðeins þegar herra hnetusmjör menn voru að tala að hann væri komin á mikið í poppi kannski út frá varpinu, en það er ekki svona hörð gagnrýni á neinar tónlistastefnu nema kannski í rappi. Já, það er bara svolítið bundið við rapp held ég, sko. Já, veistu, skulum gefa samt gagnrýndur um það, þú veist, að þetta er gaur sem var bara búin að finna náðast upp íslenskt rapp, skilurðu, og allt er komin bara í eitthvað allt annað þarna, skilurðu. Já, algjörlega. Ekki spurning. Við viljum óska til hamingju með frábæra byrjun árið 2022. Já. Eignaði stúlku í byrjun árs og gafst út þessa fanta góðu plötu. Takk fyrir það. Ertu með sögu á bakvið plötuna eða lagið eða eitthvað lög á plötunni? Hvernig kemur þetta til bara? Já, dætur er bara það er raun bara svona projekt, þú veist, bara fyrir 2 árum, þú veist, þá langaði mér bara alltaf var bara liðin mjög langur tími síðan ég hafði eitthvað svona farið í gír, þú veist, að gera heila plötu, alltaf bara vera að
keyra á singlum og það hafði gengið þvílíkt vel þannig alveg bara í langan tíma en svo var svona aðeins komið svona kannski eitthvað högt í það svona einhver leiti en hérna og mér að fara að líða þetta er svo óþægilegt þú bara með svona eitthvað eitt í hendinni og bara hérna allt sem ég er með og bara hvernig fer það skilur versus að með plötu þá ertu bara svona að þú getur aðeins dreift álæginu og svona þessi getur og setja allt á borð svo bara velur fólk eitthvað og eitthvað kemur út sem einhver hit skilur af því að svo ertu kannski dæmdur út segjum að gefur þetta eitt single skilur og þú bara dæmdur á hann bara kannski næsta árið já eða eitthvað skilur algjörlega og svona þú veist og tala ekki að þú gerur 2 í röð og þeir eru kannski báðir ekkert eitthvað bara humongous og þá er hvað missa það allir og eitthvað svona þannig að hérna það var þannig að fyrir 2 árum einhvers þar sem ég svona fann að mér langaði bara að fara í þennan fasa aftur að búa til plötu en svo náttúrulega kemur hérna COVID og eitthvað svona þannig að þú veist í staðan fyrir þetta verði svona koncentreraðu tími bara þú veist 2, 3, 4 mánuðir þar sem maður er bara á fullu þú veist þá eru þetta alveg 2 ár teygð og hérna og þannig að þetta eru sko þetta er ekki einmitt eitthvað svona já ég var að gangi ekki hérna einhver tíma skilur þetta eru bara tímabil sem að veist, það sem að ég er að fá bara til mín hitt og þetta einhverja flugur í hausinn og svo náttúrulega vinn ég með geggjum pródúsentum Pálmi og Ásgeir Orri þeir eru náttúrulega bara laga smiðir alveg eins og þeir eru pródúsentar þannig að hérna þú veist það er líka bara hvað að segja, einhverja sögur á bak við lögin, þetta er bara típan, það er bara eitthvað, ég var no joke fyrir utan blómbúðuna Burkna í Hafnarfirði að kaupa hortensíur fyrir Lísu, það er sko nótum mér ekki eitthvað romantískur eitthvað, að kaupa hortensíur, ég var sendur að kaupa þessar hortensíur en hérna þó ég hafa alveg gert þetta en hérna að það er upp á blómir hérna Lísu sko og þá var ég eitthvað færðinni afskornar hortensíur svo bara fer maður að staða eitthvað og mér, nú orðið þá finnst mér sko svo mikið bara í þessu sko að hérna hvað segir maður, mér finnst líka bara svona, eins og þá dettum bara einhver svona þetta er bara skemmtilegt, skilur þetta er bara, þú veist, og textin sé bara eitthvað svona skemmtilegur og típan er bara eitthvað svona lýsinga á okkur ég er að reyna að kjarna eitthvað svona ákveðna típu bara og það er bara gaman að pæli í fólki skilur og svona reyna eitthvað, svo ertu með hvað erum við næst, 2 bleikur og blár þú veist, þá kemur Pálmi tíminn með þetta konsept, tíminn er bleikur og blár eitthvað og þá er, þú veist þá einhvern veginn fer, og þá fer maður bara að sjá eitthvað, þú veist, hérna bara, þú veist, eins og baði, elska þegar þú baði, ég veit ekki bleikur og blár, það fór, fyrst fór hjá mér í stað sko, þú veist, bara einhver svona ljós á einhverjum klubbi, þú veist, eitthvað svona að sjá einhverja liti og hvað, ok, við erum í þessum aðstæðum hérna og þá fór ég eitthvað þú veist, þú baði ég aðtegli veit að við einum saman nóttinni eitthvað, skilur, þú veist, þannig að þú veist, jú, hérna, vertu hérna taking all the attention, en svo förum við saman heim og bara allt er eins og að vera og whatever Gaman að heyra þetta til þess út af því að þegar ég heyrði hlusta á bleikum já, ég er ekki að hugsa þetta þá er ég bara að hugsa himinn sko, ég tengi ekki við klubbin sko. Nei, sjáðu, þú veist, en þú veist, þetta er bara svona, þú veist, það fer bara eitthvað svona einhver röð af stað hjá manni, skilur einhver svona hugsanaröð og svo er maður bara einhvern veginn svona að vinna einmitt og svo finnst mér líka þegar gaman að heyra þetta en á sama tíma finnst mér leiðilegt að vera, þú veist, einhverju með sína túlkun á laginu og maður svona einhvern veginn sorry já, þetta er ekki rétt hjá þér eitthvað, þú veist, þannig að, hérna, að það er líka alltaf svona ákveðið, þú veist, þetta er eins og þú ert búin að lesa einhverja bók og svo horfður á bíómyndina þá bara, ég sá þetta ekki svona þú veist. En er ég að bulla núna, las ég ekki einhvers staðar að það var eitthvað eitt lag eða eitthvað, kannski var ekki þessar blötu að þið voru eitthvað að hætta saman eða eitthvað? Jú, þú ert að tala um hérna Segðu mér sem að þá er að mitt aftur, þú veist, að ég og Pálmi hún er búin að tala um að gera píanoballu, þú veist, tölum bara ég gera píanoballu og svo bara morgunin eftir eitthvað ég kom með þetta að senda hann eitthvað svona grunn, eitthvað píanogrunn og hérna, og þá fór hausinn að mér bara strax í eitthvað svona, eitthvað state bara hérna, bara eitthvað veit ekki akkur og ég var bara stattur hérna á þessari kvöldstund sem ég hef lýst í einhverju viðtali að ég og Lísa hættum saman á einhverju tímabili hana og svo þú veist var ég hérna eitthvað djúpt hugsi og keyrið heim til hennar hana svona
eftir Kristilan tíma ánist og klukkan var eitthvað miðjanótt skilur, þetta var einhvers starfana minnættis og 1 eða eitthvað, segjum það og þá labba ég sem sagt inn í hús þá var hún heima flutti út við vorum flutt inn heim saman svo snemma sko þannig að hún, það var dramatist hún flutti út og allir pakkin skilur og þannig ég fór heim til fóreldrinnar og ætla að spjalla við hana og þá fekk ég þessa tilfinningu sko hvernig er textin í svo lagi hér er allt breytt en eitthvað en samt af hverju enduðu þið hér? Já, allt er, hvernig er textin í svo lagi? En þetta er alltaf að þú veist, hér er allt eins en samt er allt breytt, skilur við, það er basically þannig og já, hlustið á þetta Fáum aðeins inn í þetta Í burtu frá mér Man þessi hljóð, sko brakaði stíin það var no joke brakið stíðanum hann upp, sko en og síðan kemur bara einhver random lína það er eiginlega fyrsta versi sem er meira, sko þá er þetta að þú kemur inn á einhvern stað sem þú komið inn oft áður einhvern tímann eins og þarna þá er þetta heimili foreldra hennar svona mitt annað heimili í mörg ár svo erum við hægt saman þarna skilur og ég kem inn og þá er einhvern veginn alla forsendur þú veist svo breyttar en þetta er samstaður en bara fyndið hvernig þú kemur inn á samastað allt er eins en allt er breytt upplifun bara, já þú veist og það er svona það er konceptið sem ég datt inn í þarna skilur og já, þetta er hitt og þetta maður sem maður er að hugsa þegar maður gerir þetta dót þetta er mjög skemmtilegt líka, mér langar aðeins að taka einn dans við mig já. Hvernig kom það til að það er eins sko, er bara Ásgeir Orri og ég vorum hana og langaði bara að gera danslag þú veist, þessi plata þú veist, hann leit út fyrir bara mjög lengi að ég ætla alltaf að hafa hana sko 10 lög, svo er ég komið svona í huganum niður í þessi 9 lög og svo var þetta sko var einhvern veginn komin einhver pressa með að gefa þetta út og þetta þannig að ég ætlaði svona eiginlega að hafa hann í 8 lögum en mér langaði að samt að hafa sem sagt danslag, svona alvöru danslag á henni og sem sagt Ásgeir var með þessa pælingu bara að endurgera eitthvað gamalt íslenskt lag og við fórum bara fullt og eitthvað að leita bara á alls konar lög sem eitthvað þetta inn og svo kom hann bara henbýtu þessi og við bara notum húkin og við vorum Hemma Gunnar líka bara svo hart að vera með featuring Hemma Gunn sko. og já og þú veist og þá einn dans sem þú segir sér bara sjálft að það er að fara að vera eitthvað slagari bara já. Þannig að algjört stemningslag Saplan pour moi sko Barjón Mosó eru allar spurningarnar sponsaðar það eru nokkrar þeir vilja bara ég var einmitt að fá mér eina lúp og opna eitt bríó er þetta ekki eitthvað léttulega? Jú, bríó léttul, já hamborgari eða vængir? Hamborgari já. Hvað setur á hamborgarinn? Mér finnst bestur svona amerískur hamborgari með þú veist mayo, tómatsósu sinnebi lauk, súrum góður þar ég tók heimkaup matsælunars frikkaðan daginn já, tókst hann? Ég tók hann, hann heldur góður já, ekki vera ég myndi líklega ekki segja það var ekki en hann var mjög góður já, það var margt ég man ekki nákvæmlega hvað var á honum en var þetta stólu úr bókinni? Það var alltaf bókinni góðu léttir eftir frissa Er hún ennþá til sölu? Einhvers staðar er hún til, hugsa ég ætla að stela eitthvað spurningu sem við fengum aðsenda frá riddurinnum Akkur glemdi Frikki að setja hveiti í skúffuköku ömmu sinnar í bókinni Léttir réttir og akkur var skúffukaka í bókum Létta rétti voru þetta mistökja útgæða þetta spyrir Ingu í Pinginni Heyrðu, hveitið það er bara svona gerist að besti bæjum skilur við, einslátt og villur og allt það en léttir réttir er djókið er, þú veist, einfaldir réttir skilur við, en ekki léttir eða svona you'll get thin þannig að þess vegna skúffukakan í þessu sko. En þökkum kjalla fyrir spurninguna Það var líka ekki sponsuð Nei, fyrsta kvöldsins Já, sko við vildum aðeins taka við verðum bara að taka, sorry Frikki ég veit að þú elskar ekki að tala um það en skandallinn 2015 þegar þú tapar eftirminnilega í úrslitum þráttur að vera margramæti með langbesta lagið og lag sem að lifði með þjóðinni og lifi með þjóðinni og þetta rifjaði upp reglulega, þetta var bara rifjaði upp senast í ár bara að þetta myndi á úrslitum 2015 Já
Hvað með það? Já, sko, mér langar ekki að taka bara hversu svekkt þú ert við, en þú veist, Vitum svari kannski? hefðu við farið alla leið og hefðu þýtt þetta? Við vorum alltaf búnir, já, við vorum búnir og af því ég kefti með það á ensku á lokakvöldinu þá held ég að það hafi verið bindandi ákvörðun. Bindandi, já. Þannig að það hefði verið á ensku úti og hefðu við farið alla leið, ég minna við höldum því opnu, skilur. Ég hef alltaf sagt, sko, þetta er náttúrulega þægilegast það sem hefur komið fyrir mig, sko, að lenda í þessu öðru sæti af því að, þú veist, ég er ennþá bara það eru 7 ár síðan. Ég er ennþá bara að fá fólk bara að þú hefðir unnið, skilur, og bara ég þarf ekki að taka neina ábyrgð og bara, þú veist, kannski, skilur, ég veit það ekki, drullu þægilegt, þannig að, þú veist, ég þurfti aldrei að díla við allt stressið og ruglið og, þú veist, en sagan segir mér samt að svona mikið stress og svona eitthvað læft út, það fer ekki endilega frábæl í mig, sko, þannig að og ég verði aldrei stressað nema þegar það er eitthvað svona sjónvarpskjaftaði þá verði ég svona, veist, ef eitthvað að spila á sviði bara verið fólk ekkert mál, en hitt er svona eitthvað minnst áþægilegt, sko. Talandi það var ekki að fiskiturum á Dalvík þar sem að Eiraður var bara í heldur betur ekki, það var my redemption. Það var your redemption. Hitt var á heitir ekki Arnarhól. Já, það var á Arnarhóli. Já, menninganótt eða eitthvað. Menninganótt. Já. Það sem ég var 40 mínútur falskur í sjónvarpi það var hræðilegt. Vissir að vera falskur? Já, ég fann það alveg, þetta var ekki, þú veist, ég bara, en þú veist, þetta var fyrst skipti sem ég var að nota svona eyru og og þú veist, ég var bara eitthvað svo, að því að ég var að fara að halda giggiðan í hörpu stutt setna sig, var ég bara eitthvað svona ákveðin í að þetta væri bara svona eina alvöru æfingi mín í að nota þessi eyru. Þannig að þú veist, ég bara, þú veist, pabbi var hana í krátinu og alltaf gera eitthvað svona, þú veist, basically bara, þú veist, kiftu fucking eyrunum úr þér, hættu þessu, þú veist, ég var alltaf eitthvað bara, skildi ekki hvað, þú veist, ég eitthvað svona bara, þú veist, þú veist, það voru, skilur, það er sko mistökin mín, skilur, að hafa ekki bara, sleftis bara, og hlustaði bara á óminn, sem þú heyrir á sviðinu og bara, ég gerði það síst tvölu, en þau hafa alltaf læg með þau, skilur. Þannig að það var svona reynsluleysi að þú veist bara leið og ég heyrði að var eitthvað að kippa ekki úr og veri ekki svona einhvern veginn að rembast við þetta. Þú veist, bara það að vera með eyru, ef þú laði bara eins í gegnum það með okkur, hvað það er að vera með eyru. Já, það er bara, þú veist, þá er bara eins og eyrun sem ég á eru bara svona steift mót af eyrunum á mér, þú veist, þannig að þau bara fara bara alveg inn í eyrunær og fylla alveg úti. Þannig að þú veist, þú ert bara lokar þarna inn í þessum helli, þú heyrir í raun ekkert annað. Nei. Og þú veist, þetta er ógeðslega fyndið, þú veist, að þú heyrir rosa hátt hérna í músíkinu, skilur, en þú, svona, allt fólki er á mute, skilur. Heyrir í sjálfu þau líka að syngja? Já, þú getur fengið það til þín, sko. Og hérna, en þú veist, það er raun, þess vegna vissi að það var eitthvað skrítið að því að, þú veist, fyrsta lagi byrjar, ég labbi inn eitthvað, byrja að syngja og venjulega væri eitthvað respons, en það var bara eitthvað allir bara svona eitthvað skelfingu losnir einhvern veginn á svipin bara hvað er að gera hér svo bara hélt það einhvern veginn áfram og já, þetta var alveg mögnuð, en þú veist, ég hugsa svo oft þetta, sko, þú veist, og þú veist, þetta var bara eitthvað, þú veist, að ég hafi ekki tekið úr mér er galið, sko, því ég var bara að fá eitthvað svona bara ekki svona, ég kann ekki að lýsa þessum ískur, en það var bara svona, ég hefði skruðningar. Það var eiginlega bara svona einhverjum endalaus einhverjum skruðningar og þú veist, og bara þú veist, ég var ofta eitthvað svona að horfa á liðið í bandinu eitthvað svona, og eiginlega bara svona hversu slæmt er þetta sem er gangi hérna og ég skil sko líka ekki andan dag að þú veist, að það hafi ekki einhver bara taktur er einhvern bara núna, skilur, þú veist, þetta er galið. Fyrir það Jónun er hérna hliðin. Já, og þú veist, og hérna og líka sko, já, því að, og síðan það sem hafði gerst þannig að þetta var allt bara svona mikið stressað því að þú veist að það hefði slokknað á einhverju rafmagn fór af sko, einhverju svona mixer sem átt að þetta var allavega, það kom allir bara svona ógeðslega stressaðir inn á þetta svið og það einhvern veginn bara spæralaði bara upp í bara eitthvað 40 mínútur á ógeði, þú veist. Hversu mikið lést hann heyra það gæðan og rúf þegar þú lappar á sviðinu? Reyndar ekki neitt, sko. Ég þú veist, ég tók þetta bara kassan, ákvað að gera það. Já, ok.
Það er vel gert. En Loopmenn, þeir vilja óska þér til hamingju með málminn sem þú sóttir á senasta ári sem bæjarlistamaður Hafnarfjarðar. Já. Þeir vilja einfaldlega vita af hverju styttan ekki komin og hvar verður hún reist? Já, góð spurning. Væntanlega fyrir framan Bæjarbíó. Síðan alveg fyrir með það. Bó er náttúrulega komið með einhverja svona hellu fyrir utan Bæjarbíó. Já, stjörnur. Já. Já, gott koncept. Það var gott sko. Ég væri til í að mín stytta færi bara, ég var til í held ég bara að vera einhvern veginn í Hellisgerði bara, þú veist. Það er svona eiginlega minn uppáhaldsstaður í Hafnarfirði svona, sem eitthvað svona fara og chilla eitthvað í bænum sínum eitthvað. Hvað er Hellisgerði? Hellisgerði er það er skrúðgarður maður, listigarður. Hann er Reykjavík verum kemur hann niður að Stórhringtorginu í bókasafni hérna að Hansen er hérna aðeins upp brekkuna þar er Hellisgerði. Hægri hönd þegar þú keyrir downtown sko. Já, bóin að 2 metra þar. Akkur ekki segi ég. Við ætlum í leik. Já. Við ætlum í lítið leik og ég var búin að útskýra reglurnar fyrir Birki áðan af því þið eru að fara að keppa sem sagt. Já. Erum við að keppa? Þið eru að keppa, okay. Þú og Birkir. Okay. Og ég sá hann að leik á YouTube á dögunum en hann virkar þannig að ég segi 1 orð úr lagi það er ekki eins og lagi og þið að koma með einhvern texta helst syngja Birkir, jú, ef þú getur þú þarft þessu. Hann líka, sko, títlinn var að hann myndi ekki segja mig frá þessu leik, sko, en ok. Ég var ekki búin að segja frá sem sagt orðunum. Nei. Nærðu leiknum sem sagt, ég segi 1 orð. Og ég á að byrja að syngja lag sem ég held að þetta sé úr texta. Já, þess að bara finna eitthvað lag þar sem að þetta orð kemur fyrir. Já, ok. Og fyrsta orðið er dance. Ooh, I wanna dance with somebody. Let's go. Næsta orð er flott. Flott. Ég fæ bara hérna djöfull er ég flottur. En það er ekki. Það gengur, jú. Já, ok. Það gengur. 2-0. Blóm. Eitt lítið serbneskt blóm. Rikki er real í þessu. Birkir, girtu þig. Næsta orðið er love. I love you. I love you, I love you, I love you. Já, maður. Já, fara þetta. Já, þetta var það lag. Ég vil ekki. Ég gaf mig bara að væri eitthvað lag sem... Ok, hata. Ég hata. Þetta er alltaf, þetta er ósækja. Sko, ég skal þetta viðurkenna það. Blóm er líka fegurst að blómið í haganum. Já, rétt. Og svo er gaman að keppa þið frikka í þessu. Þjóðatíð. Þjóðatíð. Ég fer að þjóðhátíð. Vestmannaeyjum. Þetta er punktur að báða. Þetta er punktur að báða, þið fáðu báða punkta. En Frikki getur fengið núna, hann fær loka spurninguna. Okay. Þetta er upp á sigur eða tap. Okay. Já, úrslita spurning. Og hún er sem sagt... Ég vinn, nefnir þess ekki. Sko, annað orðið var flott. Já. Og þú átt lag sem inniheldur orðið flott. Bara eins og það kemur fyrir, flott. Flott. Já, þannig að ef þú neglir það, þú syngur með bróðinum. Ég skal gefa þér það. Þetta er uppáhaldslegið mitt með ykkur. Ófislega flott. Já. Það er þú. Það er þú, já. Það er þú. Já, maður. Svo gott lag. Já, gott. Það er svona kassagítar R&B. Aðeins Jón, eru þið bestu vinnir? Já, við erum mjög góða vinnir, sko. Er samkeppni á milli ykkar eða? Nei, það er það ekki. Það hefur aldrei verið, sko. Það er bara, við erum bara mjög góða vinnir, sko. Og Jón er náttúrulega bara líka mjög, sko, góður, stór bróðir, sko. Og hefur alltaf verið mjög góður við mig, sko. Og ég hef nánast aldrei gefið hann neitt nema stæla, skilur tilbaka. En alltaf hefur hann haldið áfram að styðja við mig, sko. Þannig að en svona í seinni tíð, skilur, þá er bara ótrúlega verðmætt dýrmætt að eiga einhvern
svona náum sér í sama kannski pakka skilur og bæði eigum við börnin okkar á mjög svipuðum rytma og svo erum við náttúrulega í þessum sama bransa þannig að lífið okkar hefur bara verið mjög svipað og samtvinnað síðustu 10 árin að minnsta kosti þannig að já, við erum orðnir og höfum alltaf verið góða vinnir og allt það en svona við erum bara, já, í dag hvort hans bestu já, ég myndi örugglega bara segja já við því sko. En þú myndi kannski ekki tóra viðurkenna að þið værið í samkeppni en ég á lítið bróður sem 10 árum yngri en ég og ég samkeppni við hann sko. Já, nei, auðvitað ég skil alveg hvað hún meinar og en Þið er alltaf með alvöru pappa sko. Veist, það maður sem alltaf með alvöru kröfur sko. Til okkar já, og í lífinu bara já, en sko en ég veit ekki hvernig ég á að lýsa honum sko, þú veist að til dæmis pappi sko svona, að hann sé eitthvað stressa sig eða þú veist svona gera eitthvað kröfur að við gerum þú veist, hann til dæmis mamma miklu þú veist, eins og þessum var ég að segja áðan, þú veist að áður við fórum loftið, þú veist, ég kláraði einhvern háskólan og það var bara fyrir mömmu, sko því að hún, þú veist, hún vildi bara formsatriðin væri á hreinu en ekki einhvern tónlistarrugl, skilur á meðan pappi, þú veist hann miklu meira svona bara pappi bara einhver grændir, skilur og það bara sama og við erum að gera, skilur þannig að hann bara he respects the grind sko. Og hefur alltaf gert og fyrir utan það að ég held bara hann sé bara held stoltur á okkur og finnist bara pínu skemmtilegt að því að hann svona tónlistar þengjandi sjálfur svona þannig sko. Já, og hefur hann alltaf fílað tónlistarleikar eða? Nei. Systir ykkar Marja var náttúrulega líka í söngnámi. Já. Var þetta mikið tónlistarheimili? Já, þessu var mjög mikið haldið á okkur sko að vera í tónlistarnámi og sem sagt Marja systir æði á píanó og mjög góð á píanó og kláraði svo söngskólan mitt 8. stig í klassísku söngnámi og Hanna systir var á fiðlunni og Jón á kassagítarnum og ég var sem sagt alltaf hafður á píanói og ég segi hafður af því að þú veist, ég var bara 100% geimdur þar, þú veist, ég vildi ekkert vera á þessu og það var ekki sem sagt fyrir en ég var 12 ára sem ég skipti fór sjálfur upp á skrifstofu í tónlistarskólanum og skipti yfir á trommur og kom svo heim og tilkynnti það og þá vann ég þann bara eftir langan baráttu að fá skiptum hljóðfæri hafði reynda fengið að skipta af píanó yfir á hljómborð sem er nákvæmlega sama hljóðfæri en allir góð með það þannig já, og þú veist, og eins með það, þú veist, ég vildi alltaf bara hætta ég nefndi ekkert að spila á þetta en já, þau lögðu mikið upp úr því að við værum í tónlist. En mögulega, sko, ef ég tek aftur samkeppnisvinkilinn, þá mögulega kannski bara núna eru orðnir þroskaðir og gamlir og svo framvegis, kannski var þetta ef ég talaði fyrir 10 ára síðan. Ja. Ég vil langar í þessu samkeppni. Skilur, sko. Þeir eru báðir keppnismenn. Já, við erum báðir keppnismenn og ég veit alveg eins bara eins og Jón hefur oft sagt, þú veist, hann búinn að vera úti í Boston Jón var alltaf að semja lög, ég var aldrei eitthvað að semja þannig eitthvað brjálæslega mikið af lögum. Jón kendi mér á gítar þegar ég var svona 14 ára, 13 ára segi ég. Spilar á allir sér hljóðfæri, spilar á trommur, píanó og gítar í dag bara. Já, þú veist, spila og ekki spila en já, ég spila á þetta, þú veist og svo að já, ég spila og líka hljómborð náttúrulega. En alltaf hljómborð líka, þá getur þú skipt hljóð. En þú veist, þannig að þá veit ég, já, þú veist, þegar hann úti í Boston búinn að vera að fara eitthvað á milli einhverja klúbba þar og spila og þú veist, og alltaf svona einhvern veginn og lengi langa að gefa tónlist líka en að heima, skilurðu. Svo allt í einu, hann sérst klára skólan úti og fer svo einhvern 3 manna túr með Kristjánu Sturlu vinni sinum og meðan þá gef ég út hlið og hann kemur heim og eins og hann segir, þú veist, að þá litli bróðins orðin popstjarna, skilurðu. Einmitt. Sem verður til þess að hann, ég þarf að gera eitthvað hérna, gefur út Wait for Fate eða? Já, þá gaf hann út hann hét það lag það var ekki hans stærsti hittari en það var samt á Wait for Fate held ég það lag
og þannig að þú veist auðvitað sko, það er meira kannski þannig að þú veist við höldum hvorum öðrum alveg á tánum skilur og þegar mitt sko ég kannski fer hæst fer hátt þannig að þú veist kannski 2011 yfir 2012 og svo held ég að 2012 gefi Jón út sko ljúft að vera til og þá svona fer skilur ég aðeins að droppa og Jón kemur upp sko og þannig og svo tilbaka raun droppar Jón og ég kemur upp aftur 2015 þannig með skipta það allt skilur svo kemur og svo síðan þú veist síðan þetta bara búið að vera meira jaft skilur en þá ég að tala sko að þú veist þegar maður fer hana niður og það svo auðvelt að svona fara í fílu bara út í lífið og bara hvað ég miklu betri bróður minn já og bara svona hvað liðið akkur allir hættir að hlusta á mig og að hlusta á Jón skilur what the fuck en það heldur mann að tánum að maður kemur alltaf en sko, þú veist, ok, ég tala alltaf bara fyrir mig ég vissi ekkert að það væri bræður bara fyrir en, þú veist, bara í gær sko, nei, þú veist, það fattar mig þú veist, þið voru ekkert að branda ykkur sem bræður bara fyrir en þið voru báðir orðnir alveg nöfn það ekki rétt skilið á mér? Jú, í raun sko, þá það alveg rétt skilið og líka vorum bara að gera miklu ólíkari hluti framan af, skilur þú veist, þá ég að gera eins og segi þetta hiphop var meira svona hiphop megin í þessu poppi og Jón síðan bara í svona algjöru kassagítar svona eiginlega bara svona einhverju svona hvað myndir þú setja þetta á? Rómantísk ballada? Já, þú veist, já og svona þetta er svona einhver svona Jack Johnson þetta er svona semi eitthvað svona surfer feel good kassagítar pop eitthvað, I don't know sko þannig að þú veist, það var líka bara svo langt á mill okkar og svo, þú veist, hefur við bara alltaf komið einhvern veginn nær og nær og þannig að, þú veist, að því leitinu líka kannski samtvinnast mikið meira svona líka músiklega séð, sko. Og byrjið svona Join Armies, hvenær setjum við bötan á það? Sko, þeir gefa náttúrulega út, það þú þetta, sem snemma. Það 2010, já. Já, ég myndi ekki segja að það veri... Það flög aldrei eitthvað hátt, það svona deep cut. Köld following. Það, ég meina svo gefum ekki út lag fyrir en 2018 þá gerum við annað þjóðdélagið saman þá vissi ég að vera bræður já, þetta er einhvern tímann ég veit ekki, 2015 ég man að Jón var á fullu til dæmis þegar ég var í Eurovision, þú veist, þá var mér talað keppnismann, sko, þú veist, hann var bara galinn að reyna að peppa mig og tryggja mér farseðilinn til Vínar Ertu með einhver skemmtilega áhugamál eitthvað utan tónlistarinnar og kannski ég gerir ráð fyrir að sért mikill fótboltakall Já, ég er náttúrulega mjög gaman á fótbolta Líka sinnepskall Það er algjör sinnepstrákur Aðaláhugamál Elskar hennar ýmsintegundir Nei, og nei, ég er bara mjög gaman af mat og svona ég myndi segja að það væri stórt áhugamál hjá mér og svona konu minni mikið og svo pæli mat og svo er þetta ég skaman að pæla þessi kaffi ég hef gaman af fótbolta hvað við segja við ykkur þannig að þetta er eitthvað starf hana Með hvað liðið þetta ensku? Liverpool það er bara átó Komnir í eða svona konum með nýju tæri úrslitin Ætlar það á úrslitaleikin? Já Nei, ég Hann er í París, sko Hann er í París Nei, þetta væri það gaman En það, veistu með aðganga einhverjum góðum? Ég get alveg græðið það, sko En ekki að færa með öll 3 börnin, sko Nei, það væri ekki góðu vettvangur fyrir þau, sko Nei, en já, ég myndi nú segja svona mín mestu vombrið í þessu lífi er að hafa ekki orðið betri í fótbolta, sko Þannig að fótbolta er nú svona stóra áhugamáli Aðeins það, hversu góður varst í fótbolta? Og hvernig hættirðu? Hversu góður var ég? Ég var bara fýtt, skilju Ég bara nefndi þessu Það var bara það sem ég var bestur í Staða á vellinum? Það var svona aðalega myndi ég segja hægri bakur undir lokin, sko Síðan var ég eitthvað aðeins að rembast við að vera miðjumaður líka Kafu Hafnarfjara hefði heyrt? Jú, það er margir ég hef heyrt fleikt En maður ætla að vera svo dökkur á sumrin minnir á brasilíkan snilling Nei, þannig að ég var bara allt í lagi ég var ekki frábær og ég einhvern tímann og hvenær hætti ég þá sko strax eftir annarflokkin þá var ég bara rosa flottur sjómli í félagslífinu í Vestló og eitthvað og
ákveða að hætta og hætti í eitt tímabil en svo hringi ég sko ára síðar í heimi Guðjóns hvort ég með ekki byrja aftur Hvað árið þetta? Þetta er líklega árið 2008, lok 2008 Er Jón í F-leiðinu þá? Eða? Nei, Jón í Þrótt Já, einmitt á láni það, já og fæ að koma aftur og byrja að æfa bara, feitur sko Sagði Heimir já við þig? Já, ég fekk að mæta Vorum með Heimir þetta í seinustu viku Ég vissi að hann var góðmenni en já, þetta er Hann er náttúrulega mikið ljúfmenni og Pappiði formaður náttúrulega Pappi náttúrulega formaður, veit ekki, kannski hrættur eitthvað við pappa, skilur en Var ekki Gummi Sævars í Herrabagnum hann það? Jú, Gummi Sævars var í Herrabagnum svo var hann eitthvað meiddur manni á þessu tímabili og síðan ég tek undirbúnstímabilið og bara allt í góðu en það var samt alltaf ég var alveg löngu að segja við heimi svo drullaði mig bara í burtu ég veit alveg ekkert nóg góður og fór á eitthvað lán eitthvað sko það er alltaf ég finn ekki mörgum allavega það er alltaf geggjað moment sko þegar ég er að segja við erum svona að ræða þetta eitthvað ég og Heimir og þess að stöðu og hann eitthvað já, ég meina, þú veist ekki skilur, þú veist ég meina, þú ert ekki kannski, þú ert ekki mjög snöggur skilur og þú veist, kannski þú veist, leikskilningun er kannski ekki, þú veist hann er kannski ekki frábæð eitthvað svona og svo bara taldan upp alla þætti leiksins þú veist þannig ég veit ekki kannski hvort að þetta sé að fara að ganga sko það var ekki að veit sko Þú bara Heimir, ég var búin að segja ætla að hætta ekki nutta mér upp úr þessu nei, og ég fór síðan á okkar lán í því þar var Laugi að þjálfa sko Já, Laugibald og þá var sko framkvæmdastjórinn þeim tími að fá endilega að fá þeim maður og eitthvað ég hafði farið á eina æfingu í það var svo mikið F-æfingum í og ég hafði farið á eina æfingu og hafði ekki alveg fannst Laugi var bara eitthvað svona þú græði bara meira að æfa bara í F skilur og bara og þú bætið bara að vera þar á æfingum og var faktist bara að segja bara ég þarf þig ekki hér skilur svo kom bara framkvæmdastjórinn eitthvað ég er eitthvað maður endilega að fá þig sko ég bara já ok það passar alls ekki við samtali sem ég átti við hann en ok þú veist ég minna ég fekk bara lán þangað allt í góðu og svo náttúrulega bara leið og beið og ég fekk náttúrulega bara sír og myndur og ég eitthvað spurði þetta að tala við Laug ég náttúrulega þekkist það hann búin að þjálfa mig oft áður og Jón og allt þetta bara síðan og ég búin að þekkja hann sem ég var 4 ára sko og ég eitthvað hvað segir Laug hvað Pétur sagði framkvæmdastjórinn sagði ég vil endilega fá mig og ég skildi ekki alveg hann eitthvað já, sagði hann það bara, aldrei heyrt þetta áður bara, já þú veist það, neini það og ég, bara, þá hætti ég sko, þannig sumarið í fótbolta, þá var ég sko þá var hérna 2000, þá var komið mitt sumar 2009, þá allt þetta hlið söngleikjadót fara í gang og svona, og ég svona finn að mér líður eins og ég sé með eitthvað sko í því og hérna ég man ég hringdi í hérna Skúla Jón vinn minn Já. Og hérna þekkjur hann eða? Nei, bara góður leikmaður Já, góður leikmaður Já, og við vorum alltaf saman sátum saman í hlið í hérna Vestló og svona og hann og svona félagi var í fótboltanum og ég hringi í hann Er það sem platan heitir Hliðlið? Já Nei og ég segi svona já, ég bara hættur í sem fótboltamaður og ég ætla bara að vera nú verði ég bara stærsta popstjörnu í Íslandi og eitthvað, sagði eitthvað svona í símann Rest is history man Var ekkert skrítið þú ert alveg vel ungur þegar það verður bara mjög frægur Sorry, má ég taka aðeins, má ég halda aðeins svona fótbolta Jón var líka Herrabakur, eða ekki? Jú. Var eitthvað samkennd það? Nei, við náttúrulega mættumst aldrei á æfingu eða neitt sko. Áttu meistaraflokksleik? Ég á meistaraflokksleiki í deildarbikar, get ég sagt þér. Með FH? Já. Já. Ég á einn deildarbikar meistaratitil. Það málið? Já, ég kom inn í úrslitaleiknum. Það var mitt sko Guðmann. Já, Tuðmann, já. Já, þá var hann var hann í Blíkonum þá? Blíks, já
þá var einhvern veginn, já, ég þekkti Guðmann bara sín í Vestló og ég kom inn og hann var bara inn og bara, hvað ert þú að gera þetta inn á? Fannst þetta ekki mega neitt en þannig að ég fekk stundum eitthvað að sprikla. Þannig að þú átti einn meistaraflokksleik og einn titil. Já, þú veist, ég á einhverjar svona 6 mínútur hér og þar í þessum deildarbyggar þannig. Það er ekki gerð lítið Nei, já, titil og leik. Titil og leik og fleiri en einn leik. Ég spilaði einhverju leiki þarna, þetta var bara líf og fjör og gaman saman. Algjörlega. En þú ert þarna kannski tvítur, bara orðin landsþektur, þjóðþektur og þetta er ekkit alltaf dans á rósum myndi ég halda að vera tónlistarmaður þegar þú ert að gigga bara á nóttunni og þetta er svona erfiða vaktir og þetta er bara vaktavinna þannig hvernig var það, hvernig fór það í tvítugan Frikka Dór? Það var bara, þú veist það var bara alls konar sko og en samt sko fór ágætt í mig af því að þú veist hvað ég var samt bara af því að ég var ungur skilur og maður bara svona þetta er bara hluta þessu einhvern veginn bara, það var ekkert mál að vaka lengi og það var ekkert mál að fara eitthvað á Akureyri eða wherever the fuck sko og taka eitthvað skrýtin gig skilur og en ég er rosa þakkláttur fyrir að alltaf verið með Lísu minni bara og bara alveg á jörðinni Jartengdur. Ég held ég með að spyrja þessu núna þegar 2002 dag þegar þú ert að byrja þarna ertu með eitthvað umbaða? Nei, ekki fyrst nei. Hvernig er kassið í þessu þegar þú ert að byrja? Þú veist, ertu bara það graður að fá gig að þú bara segir já við öllu eða varstu það hátt upp í skíunum að þú varst alveg præsaði hátt? Nei, fyrst var ég náttúrulega bara ég bjó bara pítsuslæsu bara já, ligguð skilur, ég bjó bara heima með mamma og pappa skilur og bara veisla bara þetta var ekkert stress skilur bara borga mig lítið, það var ekkert mál þannig að ég var að fara þú veist, prísarnir í þessu voru bara djók skilur, þú veist og það var sko ég man fyrsta giggi mitt sem ég svona fór og þá var líka alltaf þetta, þá var alltaf eitthvað Oliver, einhver trúbador á kvöld og allt trillt sko og bara hér og þar og það var bara aðalmáli og bara svona trúbador að kjaftaði og það var enda þannig að þú veist, fyrsta giggi mitt var eitthvað að ég átti að trúpa í 2 tíma á einhverjum glóðin í Keflavík sem var eitthvað steikhús á daginn og skemmtistar á kvöldin sko og fekk held ég 20 skall sko og fór hann með alla vínum mína og allt að gerast maður og náttúrulega Keflavík Þeir fikk frían bjór eða ekki? Heyrðu, það var enginn þeirra sem slapp á þess að vera að hóta að bara berja og bara ekki fyrir neina sakir aðra en að vera ekki úr Keflavík sko. Þetta var mjög fyndið kvöld en og ég fekk hann solid 20 skall og eitthvað svona og svo þú veist stutt setna þá var gauri sem einhver sem var að reka hverfis bara á þeim tíma taka 15 kvöldin taka trúbador eitthvað dæmi ég eitthvað svona já bara fínt að fá eitthvað fastan eitthvað pening eitthvað Hvað ár er að tala um hann? Þetta er 2009 þá vantilega eða 2010 allavega, ég veit ekki og allavega það endaði þannig að ég var búin að taka held ég 2 vaktir svo kom ég á 3. vaktina að byrja eitthvað að spila eitthvað og eftir svona 3 lög það kvöld þá bara djöfull nenni ég ekki þannig að ég tók gítarn og sambandi tengdi einhvern iPod sem var hann ítt og play og labbaði út og kom aldrei aftur það er bara, veist bara soul sucking shit sko fyrir mig sko, svo eru aðri sem njóta þess og það er bara frábært Eru ég með 2 spurningar eða ekki? Jú Réttum við aðeins fyrir þátt árið 2018 hefði tónleika sem hétu í síðast skipti en það var svo sannlega ekki í síðast skipti sem fólk heyrði frá þér Var plani í alvörun að hætta sem tónlistarmaður eða var þetta bara gamla góða sölutriksið? Sölutriksið? Nei, það var nú alveg allt í einlægni gert sko og ári áður en þessir ágætu tónleikar eru haldnir og þá ég held að rifja upp einhver símtöl þá hringdi ég sko í pappa minn og þá er sko ég man ekki hvað var þá var allavega sko ég bara hef öll mín ár alltaf verið bara einhvern veginn býðist þér að síminn hætti að hringja og alltaf bara í mínum huga einhvern veginn verið þannig bara þú verður að hætta on a high gotta go out with a bang
og og allavega hann 2017 og ég og hringi pappa og segi bara herru ég ætla að hætta þegar ég verð 30 bara ég ætla að hætta bara á afmælisdaginn þegar ég verð 30 og bara ætla að fara bara inn í náminn eitthvað út og hann bara eitthvað ég bara eins og í öllu öðru bara ef það þú vilt gera bara you do that sko og eitthvað og ég geng svona með þetta í svona maganum í einhvern tíma og svo bara ákveði bara þetta er bara tíminn ég ætla bara breytum kúrs og eitthvað og sko þess skal geta að 2017 er ég sko líka ég næstu 100 kíló ég er bara ekki á best stað í sögunni sko ekki það að þyngdin hafa allt með það að gera en það er svona í mínu tilfelli það þið leiði ekki ég borða tilfinningar mínar getur sagt það og nema hvað þannig að það var svona líka að spila inn í þetta ég var bara kom með eitthvað nóga þessu öllu og vildi bara skiptum umhverfi og þannig að ég fyrir stað með þetta og svo svona stutt seinna þá nefni þetta mána þetta sé það sem ég vil gera og hann bara ok og eitthvað en þannig að við ákveðum að þetta sé the way to go að halda eina loka neglu einhverju tónleika og leave it at that og en svo bara gerist lífið og Lísa konu mín verður ólétt og þá er ekki praktist að vera tveggjabarnafaðir einhvern veginn og flytja fjölskylduna úr landi og afla yngra tekna í skóla og einhvern veginn með hana í einhverju fæðingarólof einhverstaðar á Ítalíu einhverju einu og yfirgefin einhvern veginn það var bara hætt að make a sense og þú fluttir aldrei til Ítalíu og ég flutti aldrei Nei. og fekk einu svona skilabóð frá manni sem að vildi ég endurgreita einhvern einasta miða á tónleikana því ég fór aldrei til Ítalíu það varst þú og mér finnst það alltaf svo gott sko að sú pæling eins og fólk hafi verið að kaupa vöruna að ég flytti til Ítalíu en ekki tónleika það var styrkja bara þeir voru að styrkja það var allir bara if that's what it takes hérna er 10 sko fólki mælt ekkert heyrðu, Hreyfilsmenn er það ekki 588, 5522? Jú, ég ætla að taka Hreyfil heima eftir þannig að ég reyndar mér léttul þannig að ég þarf ekki að pæli Hreyfilsmenn eru miklu aðdáendur og syngja áttlægi til í allt þegar farþegar setjast inn og spyrja hvernig ferðin heitið og vilja vita bara hvernig Frikki sé framtíðina fyrir sér ætla Frikki að vera söngvar alla sína ævi og enda með heima með Frikka á laugardagskvöldum þegar hann verður 70 eða langar hann að prófa eitthvað annað sko í raun er sko talandi hvernig mér leið einhvern tímann og við lítið bara skiptum umhverju og alltaf býð einhvern veginn eftir bara eins og segja síminn hættir hringja og svo svona eftir síðustu ár þá hef ég bara fundið bara miklu betri balans í þessu og bara líður ekki lengur bara eins og ég sé ég komin yfir þetta að vera alltaf hræddur að í dag sé síðustu dagurinn sem að ég lifi í þessum bransa og eitthvað en í raun er draumur minn bara þannig núna þú veist að geta, mér langar að gera þetta lengi og eins lengi og ég fæ tækifæri til en að samaskapi það langar mig að geta tekið þetta svona á mínum forsendum í framtíðinni þannig að maður sé komin búin að rigga einhverju on the side þannig að maður þurfi ekki að elta hvern einasta seðil wherever, bara hvern einasta dag og þannig að langar að haldi það áfram þannig að ég verð 70 eða whatever en langar að það sé þá bara þú veist eitthvað taka einu og eina einhverja tónleika í einhver staðar eða whatever, bara eitthvað svona sem að gefa manni þessa gleði og lífsfyllingu sem að þetta getur gefið ekki að taka 20 skall í Keflavík ekki, það er svona svolítið en þú veist, ertu eitthvað byrjaðar að hugsa ef við horfum aftur í framtíðina þú veist, ertu eitthvað að byrja að hugsa einhverja possibilities hvað var þar, þú veist, að búa til seðil út frá einhverju öðru þá heldur en því sem tónlistamanni já, ég er með alls konar hugmyndir það bæði reyni ég að vera skynsamur í fjármálum
og hérna eða ekki öllu í einhverja jakka eða eitthvað og hérna og þannig að það er ein leið sem ég er að reyna að fara og síðan hef ég aðeins verið að hérna tjekka á bara myndlist okkur svona dóti, ég hef gaman að mála eitthvað, þannig að maður getur svona kannski einhvern tíma að fara að slæta út einu og einu, ekki það verði eitthvað en ok, ég skil en þú veist, það er einhver segill mögulega og svo blundar alltaf alls konar svona ekstra pælingar í mér svona einhver, en það er allt svona einhver svona passion project og svona, en þú veist, það getur ýmislegt gest. Heldur að þú getur verið góður umbi? Já, ég er góður í að passa upp á aðra sko Já. og hérna miklu betur í því heldur en að passa upp á sjálfa mig en hérna en enga síður að þá er það bara fyrir mér svolítið önnur útgáfa af sama dóti sko, bara þú ert bara hverju dagur bara hverjum degi næði sín þjáning sko, þetta er bara grænt sko. Algjörlega. Gefum smá sjátt, hann er náttúrulega með besta umbarn á landinu. Já, Þorkell Máni. Það er okkamaður. Geggjaður. Það er allra besti maður. En já, talandum að taka hvern dag, ef við tökum bara eins viku í lífi Frikadórs, út frá því hvað voru að taka mörg gig, þetta er að mismunandi eftir, þú varst náttúrulega að gefa út plötu og þá kannski ekstra álag, en hvernig er þetta svona venjuleg vika hjá þér, ef að svo má segja? Venjuleg vika, ekki COVID og bara svona, já, ordinary day. Ég myndi segja að það væri kannski venjulegri viku, þá væri við alveg í 5 til 10 giggum. Held að það sé svona ef við erum einhver svona meðaltalið, þú veist, þá er þetta já, einhver 7 að meðaltalið í viku, skilja. Og hversu mikið er það helgar? Hversu stór? Þá raðast það langmest á föstudag og laugardag. Já, algjörlega. Þú fórst náttúrulega út í rekstur aðeins á sínum tíma með Reykjavík Chips. Yes, sir. Það var það ekki lengi það? Mín aðkoma. Það eruðu eigendaskipti hana? Jú, það eruðu eigendaskipti. Ég held að bara, við opnum 2015 og ég held að við erum búin að selja snemma 2017. Já. Gekk það vel? Ég meina það gekk, skilur, en ég meina á endan þá er það bara shoppa og hérna þó það að veri skemmtilegt koncept og allt það. Þannig að hérna, og við vorum sko 5 eða eitthvað. Þið voru heilmargir. Já, þannig að hérna það var ekki búið til neinar stóra fjárhæði fyrir svona marga gauðra sko. Nei. En enga síður þá gáttum við selt okkur út úr þessu á þess að hérna, þurfa að skamast okkur eitthvað fyrir það sko. Þetta var bara fínasta fjárfæting þannig sko. Já, og líka bara að fá blóð og tennar og aðeins að kemast algjörlega og bara gaman að gera eitthvað. Já, mér langar mjög mikið að prófa stopna eitthvað sko. Já. Að vera bara búin að því, þá getur maður gert það aftur. Nákvæmlega. Mér langar aðeins að taka léttir eftir Frikka. Já. Byrjum að því hvernig kom það til að gefa út matreiðslubók? Já, það er þú veist, ég minna, það er bara mjög bleitantli þannig að ég var bara, það var komið að máli við mig sko. Og hvort ég var til í þetta og ég bara flott skilur og svo er matamenn alltaf að sjá uppskriftinnar, þú veist, að svona útfæra uppskriftinnar, þú veist. Talandi auka seðil? Það er bara auka seðil, skilur og þannig að hérna en enga síður þá mér fannst það bara skemmtileg pæling eins og segi, ég hef gaman að mat, ég hef gaman að hérna hef alveg gaman að elda mennsku og Lísa konu mín er frábær kokkur og hérna ég er ágætis aðstofakokkur og hérna og þannig að það var bara, mér fannst það bara rýma vel bara við mig, bara sem típu sko að gera þetta og hérna velja einhverja rétti og whatever skilur og bara gaman sko. Ef að messin lækigötu það með bestu gerður í bænum. Verður smakka messa hana? Fiski í staðinn? Já, hann er góður. Alveg gott. Ef þeir kemur nú að máli við þig og myndu biðja að koma með eitt rétt, þeir eigin rétt á matseilina þeirra. Fiski rétt? Já. Eða jafnvel fyrsta kjötréttin. Mátt hrist upp. Bara það sem þér veist. Sko, ef þetta er einhver svona sjávarrétta teik sko, þá myndi ég nú örugglega fara bara í eitthvað gott svona sjávarrétta pasta,
þó að það sé ekki svona alveg í þeirra anda, ég veit það sko, þetta er meira svona Þeir eru með mjög gott sjávar Já, þeir eru með Er þið með það? Já. Já, ok að leifu smakkaðan daginn Þarna, Já, ég myndi hendi í það já, Væri chili í því? Já, Chili-gas? það væri bara rækjur og chili og Hvítlaukur. og hvítlaukur og eitthvað næs Já. hljómar helviti vel Þarna, mér langar aðeins skjóta inn í þarna að því varst að tala um hvað er leið vel þarna 2017 Þarna, voru að tala um léttir rétti frikka hjálpuðu léttir rétti frikka þeir að koma þér í þetta Í fullkomna stand sem þú ert í Já, dag auðvitað, það er bara svo leis En það ekki það? Jú, nei, það var nú alveg brúðköp mitt sem kom mér í stand hérna back in the day og svo ég svona verið að rempast við að reyna að halda í það en það gengur upp og niður Byrju brúðkaupið, varstu að bara reyna mattsa í jakkafötin fyrir einhvern daga þá eða? Já, það var bara ég var enda grjótharður þetta ár sko. Ég misti sko 20 kíló fyrir brúðköpum 2018 þá eða? Frá byrjun árs 2018 fram til 30. ágúst 2018 Ok, fyrir þá sem er áhuga sem hvernig mistur þér 20 kíló? Það var líkamsræktarklúbburinn Hrikin sem að stóð þéttu baki á mér í þessu æfðum þrisvar Það var í kriganum Það var í kriganum sko. Hrikalegir í kriganum Hrikin þetta er bara alveg strákar eitthvað að gera eitthvað glata sko. Það bara eins á honum þegar þú segir Já, við vorum komin með eitthvað Instagram og vorum með þetta og höfum gaman að þessu sko. Það voru kongar hann eða? Þetta var ég og Jón og svo var Háki Hall sem að í dag er bróður Emma og er engaþjálfari eða svona, afrekstjálfari í dag og svo voru Brynja Benediktsson, Soccer Education og fyrirhundi leikmaður Fram og IR og Hauka með þessa fór í Hauka pæli því en ok Er það red card? Já, það er alveg bortilega Daði Lár gerði það sko Hafandi farið úr Já, mitt en hann kom tilbaka Hann fórst úr 188 mánuðum eða eitthvað Já, ég fór úr 97 í 77 á þessum 8 mánuðum og það var bara þú veist, það er alltaf líka létt geðveiki skilur spilaði nýta en á keppniskapið en já, það gekk vel Voru þetta 1000 kalorir a dag eða max? Sem ég innbyrti? Já. Nei, ekki svo hart sko en ég var samt með viðmiðin 2000 sem er alveg doable en þú veist það er ekki með því svona það er ekki mikill matur sko það er ekki mikið sko Var Reykjavík tips í gangi þá? Nei, það var ég búin með inneignina þar sko seldi fyrir inneignir talandi um inneignir hvað ég hlakka til að fá mér bæjarins bestu pulsu í fyrramálið opna daginn 8:00 leiður þeir eru líka opnað alltaf sólarlengi sko já ég held það Vilt taka einhverja spurningar áður fyrir mig í spurningarnar? Áður fyrir spurningar? Já, má ég velja bara eina? Já, ok, ég má vera að taka hana frikkir í gýr og hvað maður þetta er aldrei í podcast okkar Peitimenn Leifur, við elskum Peiti Já, elskum Peiti reikningagerð, bókhald launagreiðslur og svo framvegis bara sjáum þetta og það gengur vel að þeim og öll helstu fyrirtæki landsins og einyrkja sem vilja taka sig alvarlega þeirra þjónustu en þeirra spurningar er alltaf svo sama og þetta er ekkert einblind á þig, þetta er að færa á alla gesti en þú veist hvernig er Payday hjá Frikka Dór sem tónlistamanni þú veist, þá erum við meira að tala skilur, er þetta bara rokkandi bara eins og Bitcoin gengið eða þú veist, er þetta Nei, ég myndi nú segja að þetta væri maður getur treyst á svona solid tölu og svo ég minna eða út með eitthvað Ég held að væri að fara að droppa tölu Nei, guð síðan sem ég myndi gera En já Nei, en já, þú veist, bara gengur hérna að því vísu að fá svona eitthvað X-average Þú er ekki búið að fara svona frá því að byrja þér í meira steady tekinu alltaf bara eftir Já, algjörlega Fyrst var þetta bara hérna Absolutt, og hérna en einhver sér er þannig bara, þú veist eignast krakka 2013 og þá hefur þetta bara verið þannig að ég er bara do what I gotta do sko, og bara ég vinn bara þannig til að ég komi með og svo aðeins meira en þú veist, þannig að ég er alltaf veit alveg hvað ég þarf og hvað ég vil og svo eru mánuðir sem koma sem er eitthvað
á það skilur. Já, en ertu, þú veist, að þú veist tala á honum með að bara passa að vera með ábyrg fjármál og svo framvegis, þú veist, ertu kannski smá að horfa í bara, heyrðu, segjum bara að ég gefi bara út einhverja 2-3 skýta singles eða eina lélega plötu að það bara 3-6, bara heilt ár sem að bara mun ganga illa bara tekilega sig. Þú veist, ertu eitthvað að horfa í bara að mögulega verður þetta ekki alltaf svona mikill uppgangur hjá mér? 100%. Já. Og hérna að því að það er svo auðvelt í svona vinnu að sem að, þú veist, getur verið vertið hjá mér eða, þú veist, bara getur farið einhverja loðnu einhverstað fyrir austan, skilur, I don't know, þú veist, þú ferð bara einhverja vertið og allt í henni er bara fullt af pening. Já. Það er alltaf mjög auðvelt að bara missa svolítið sjónara bara svona kjarnanum þínum, skilur, og hvað það og svona, já, þú veist, leyfa sér eitthvað sem já, þannig að ég reynir bara að já, það er bara pælingin að save it for a rainy day. Já, algjörlega. Allt undir kottan. Sko, já, nú koma nokkra spurningar frá rytturunum. Hver er uppáhaldsleikari Kongsins og okkur er það Aston Kutcher? Uppáhaldsleikari minn, já. Þetta er ágætis spurning, sko. Það er allavega ekki, ég þoli sko ekki Aston Kutcher. Kallt er það á Baldvin maður. Ég ákvað var ég að horfa daginn ætla að horfa eitthvað alveg heilalust og einhvern veginn það er orðið yfir hann einhvern veginn, það er bara algjörlega heilalust og bara já, ég hef ekki miklu þolinmæði fyrir honum. Maður verður bara heimskar að horfa á hann. Já, það er svolítið, það er bara þannig. Það er allt bara eitthvað svona, hvað er mest obvious heimst sem ég getur gert hérna. Ég segja svona Adam Sandler segir píka það sko, en svo ertu með Kutcher í hann er hérna einhverstar og svipuðum. Klart sjátt. Uppáhalds tónlistarmaður sem þú runni með og þá er svo bannað að nefna bróðin. Svona uppáhalds tónlistarmaður minn síðan í sínum, já. Þá ég myndi að setja það bara á Bríeti sko. Ég hef alveg ótrúlega gaman að síðan stöffinu hennar skilur og þú veist, þá er ég ekki endilega að tala að uppáhald, þó að það veri frábært að vinna með henni að það hafi verið uppáhald samstarfið mitt skilur, heldur meira bara svona mér finnst hún bara ótrúlega flott tónlistakona. Já, hún er geggjuð. Já, hún er það. Hún er mikilvæg þeirra. Aldrei. Powerranka á top 3 dáðustu sonum Hafnarfjarðar. Á ég að powerranka núna? 3 dáðustu synir Hafnarfjarðar. Gæs, þú ert með Bó. Þannig að hann er... Ertu með hann í 1? Ég verður ekki að setja hann í ásinni. Bó var hann. Grjóthar. Ég held að margir áttir sig ekki á því hvað Bó var. Það er fucking færiband. Sko. Herru, Bó samt, aldrei Bó. Ég sá eitthvað var Er það færiband eða? Á sín tíma. Já. HLH-flokkurinn og bara allt úti með bara... Ég sá einhverja mynda Bó á einhverju... Sorry, ég verð að skjóta inn í það. Ég sá mynda einhverju Bó á einhverju svölum í einhverju blokkar í búin hérna fyrir. Please, segir mér hann búi ekki að það. Segir mér hann heim í einhverju Gucci húsi. Hann á heima í efri hæði í Tvíbili. Held ég. Okay. Næsta aðsmyndi. Gekkja hús. Við erum konum með ásinn. Svo... Sko guys, ég verð að taka pásu sko. Já, tökum pásu. Time out. Verða mýg sko. Ég er bara hristist. Velkomnir aftur. Já, ok. Bó er nummer 1, top 3 dáðustu sonum Hafnarfjarðar. Já. Ég myndi alltaf setja Jón núna hana sko. Það er bara... Já, þú mátt velja pappa, það mátt ekki velja eitthvað brósa. Já, ég held að hérna það fari mjög eftir hvernig þú spyrir í Hafnarfjarðar hvar hann rangar og þeir bræður. En góðu maður enga síður og geggjaður. En hérna býtu, já, við setjum Bó nummer 1 just hvað, með náttúrulega, sko, síðan er náttúrulega með, sko, ég var að pæla einhverjum svona íþróttahetjum, þú veist, Geiri Hallsteins Geir Hallsteinsson, það er, þú veist, gæinn var rockstjarnar back in the day, sko, hann var handboltamaður, pabbi Lógeir. Aron Pálma skilur modern day, algjörlega. Þannig að, og svo hvað, ég minna, Hafnarfjörður fullur af einhverju. Kristján Ara var góður í handbolta. Kristján Ara var mjög góður í handbolta. Spurning með seinni tíma að vera hvort að hann rangi sem þegar maður að pæla í dáðustu, skilur þú veist. Já. Dáðustu synir, þú veist.
Ef að 3 ætti að fá styttu Já, þetta væri þetta væri hver er svona alveg bara svona, Má ég segja eitt ná? já, skoðum þetta Heimi Guðjóns Já en hann er ekki haffyringur Það væri náttúrulega alltaf Hann samt auðvelt að svari væri Frikki og Jón hérna sko. Já, ég veit það, en það er Það má ekki. Það er átt. Já. Bó og svo ég og Jón Já Já, nei, þannig að byrju, já, ég meina ef við setjum þetta bara á það sko, þá er þetta setjum Bó, setjum Latta Er hann nú hafður? Latti er haffyringur Auðvelt Ok, og svo Pétur Pulsu Pétur Pulsumæður sem Mæju Pulsumæður sem seldi Bill Clinton Pulsu og bæðins bestu já myndaðinni geggjuð já þannig að og þeir tveir og þú veist Aron Pálma já bara fínt Maður skjóta aðeins inn í Mér langar að taka umræðum pappa þinn Nei, að því þú sagðir hann vita allir náttúrulega að þetta hann er umdeildur hann er ekki Já. allra Nei, Þannig að gaurinn sko ég ætla bara að segja það sko ég er engin F-einhver en þetta er einhver besti bara formaður sem að nokkur lið í efstu deild á Íslandi hefur haft þú veist þetta er bara einhver gaur hann sefur ekki á nætunar yfir klubnum sínum er það ekki alltaf staðan eða? jú, það er bara bókstaflega þannig Er það ekki? jú. En já, þetta er hann og ég er mjög stoltur af því hvað pabbi gerði fyrir FH og gerir enn Ennþá. fullt. Er hann ekki ennþá kóngurinn? Þú veist, hann er samt alveg að standa sig ágætlega að reyna að sleppa taumunum sko. Er hann ekki samt ennþá að lappina völlin og eitthvað að vera Jú, bak við stúkuna þarna Absolutt, þú veist, það er bara eitthvað svona serviska, þú veist, bara sem að hann bara þú veist, gerir reyndar ánægð með hann að það var einhverju farinir á poti, hann mætti ekki vera þarna Já þá var hann komin í vesti svona gæslu vesti það er að passa stúkuna en það kom ekki einhverju en hérna Fyrir formenninga já þannig að hérna, nei, þannig að en, og bara, þú veist, náttúrulega öll aðstæða upp á krika árangurinn í gegnum árin og allt þetta auðvitað er maður bara stoltur af því og hann, maður veit bara hvað hann hefur lagt á sig sko og hvað hann hefur sett í þetta hvort sem það er tími eða eitthvað annað að hann hefur bara alltaf gert það sem hefur þurft að gera En af hverju er hann þá ekki allra í hafnafyrinu? það er náttúrulega bara skilur þannig að hann maður sterkar skoðanir skiptir skoðanir Já. hann hefur náttúrulega ótrúlega sterkar skoðanir á málunum og gefur sig ekkert skilur og bara svona og ég held bara að það sé það sem pirrar fólk skilur að hann bara gefur sig ekki Nei skilur og það er bara því það er bara því að gaurinn er bara sko gjörsan, ég hef alveg ofta reynt að rökra eitthvað svona dótið hann og hann er sko vakin og sofin yfir sko hvað þetta var að þessu leiti við kemur F.A. og kemur einhver svona pælingum að bara hvort sem það er já, bara því sem við kemur F.A. að gaurinn er bara, þú veist, hann veit bara miklu meira um þetta heldur en ég eða þú eða næsti maður, það er bara þannig og mér er bara eiginlega alveg sama hvað einhver kemur og segir eitthvað, bara þarf að gera þannig, ok, hvað, byrjuðu enda þetta þú mér bara að finna út af því veist, eða eitthvað kæsta, þú veist, það kemur aldrei neitt alveg tilbaka og þá er svolítið erfitt á köflum að skiptum skoðun þegar það kemur enginn með eitthvað betra Nei og þó að hérna síðan í lífinu ég hristi oft yfir hausinni yfir honum sko Hvenær hætti hann sem formaður F.A.? Er það ekki eftir 2000 og ég held að sé eftir fyrsta tímabili Óla K er það ekki 2018 tímabili Hvað er bara ekki titla síðan? 0 Takk Sko, við tókum aðeins hefðbundna viku þegar þú giggar en hvernig er þetta, ef við tókum bara venjulegan dag í lífið? Það þeir þú veist, venjulegu dagur mín lífi byrjar alltaf eins og endar eins en þú veist, hvað gerist þannig á milli það er opið koncept, ég vakna bara og ég kem krökkunum, stelpunum mínum í hérna skóla og leikskóla og svo
þú veist, eins og núna undanfarið búið að vera bara mjög mikið að gera, þú veist, að fara í einhver stúdíó og fara einhver fundi, whatever síðan en svo koma líka dagar, þú veist, það sem að, þú veist, ég bara minn uppáhaldsdagur bara að skutla og svona vita bara að ég get stýrt bara restinni af þessum 8 tímum eða whatever sem að, þú veist, sem þetta er reyndar aldrei 8 tímar, því að ef ég hef lausum tíma þá fer ég ekki með leikskólastelpuna fyrir bara undir hádegi eða eitthvað og whatever, hefða bara, það bara mínir uppáhaldsdagar, ég get sagt hvað uppáhaldsdagar mín, það bara þannig dagar en svona síðan held ég bara svona þessi venjulegi dagur, hann bara miklu minna eitthvað ólíkur bara þínum eða þínum en fólk heldur sko, þetta bara mæti vinnu sko, stúdíó eða whatever. Sko, þú hefur náttúrulega gefið út hauga lögum og mörgir að hafa verið spiluð út í eitt. Er eitthvað lag sem á sín tíma var spilað það mikið og þú kannski spilaðir það mikið að þú fékkst það bara gjörsamlega upp í kók á sín tíma? Nei, ég hef aldrei lent í því og það er eiginlega bara út af því að sko fyrir mér er það bara það er uppáhaldið mitt í bara þessu geimi sem ég er í. Það er bara að gefa út eitthvað lag og það verður bara ógeðslega vinsælt og spila það og fá feedback frá fólki, það er bara skemmtilega sem ég geri. Þess vegna fæ ég ekki leið á því eitthvað, ég er búin að spila þetta svo oft, ég er búin að spila þetta svona oft og bara home run every fucking time. Það er bara ógeðslega gaman. Já. Og hérna og það er bara 100% tilfinningin sem ég lifi á í þessu dóti, skilur. Þú ert á giggi í Keflavík, þarna ert með 20 skallir í vasanum, þarna þú finnur að krátið er ekki alveg með þér og ert að velja 3 lög til að taka. A great question. Já, þú veist, krátið er ekki alveg með mér. Þá bara Samt þú með fullan vasa seðlum. Já. Kemst næstu heim fyrir peningin. Sko þá myndi maður bara taka, þá myndi ég líklega taka náttúrulega síðskipti fyrir aðeins eftir aldursamsendingin hvort ég myndi taka hlið við hlið Svona 35 average 35 average, þá hlið við hlið bara golden. Ok. Dönsum, eins og Haldar. Já. Þau 3 myndu kveiki aftur í hópnum. Já, ég held að. Þetta er líklegt. Er hlið við hlið, væri það þá, ef þetta væri yngri samsetning, þá myndur þú samt taka hlið við hlið eða hvað? Eða væri það frekar? Já, sko, hlið við hlið, ég var að hugsa þetta bara í dag, sko, þú veist, ég er ennþá að fara á eftir bara á eitthvað einhver framhaldsskólaböll og grunnskólaböll og eitthvað svona, og liðið bara syngur þetta, og þú veist, það er einhver 13 ár síðan þetta kom út, og mér finnst það bara svolítið hellað, sko, bara einhverju krakkar sem bara fættust árið sem þetta kom út. Já, þú eru að syngja tralla með. Kunni þetta bara. Já. Mér finnst það alveg smá hellað, sko. Ekki spurning. Þá er það hraðaspurningar. Friki, ertu klár eða? Já, alltaf klár. Það er Betti. Kaffi eða sígó? Kaffi. Liðið enska? Liverpool. Uppáhaldsmálverk? Uppáhaldsmálverk? Wow. Ég seti á ópið. Skemmtilegasta gig sem þú tekur? Hef tekið. Myndi að Krikinn standi upp úr og harpa núna daginn var líka helvít skemmtileg og fyrsta þjóðtíðin var líka drillt. Hvort myndir þú taka túr á togara eða strandveiðibát? Togara held ég. Leifur, við hraðspenning, tókstu eftir því þú varst með tónleikana jólin með Jónssoni bróðinum að okkur var eftir hent út. Já. Já. Leifur kom og sagði frá því. Það var alveg meðsinn í þessum máli. Það er að reka hennar dyraverð sem er hann í dæri alltaf auðvitað að kenna dyraverðinum. Það er smá tæmátar hraðspurningarnar. Sko, þú tókst líka alveg eftir félag okkar sem var alltaf þegar Jónum að fara úr ofan Já. Úr ekki bara ofan. einu sinni. Já. Það var heldur góð. Já, við stóðum okkur vel þar. Ég voru flóði. Uppáhaldsdrykkur? Það er bara sódavatn og kaffi held ég. Mér er líka gott að fá mér sódavatn on the side þegar ég fæ mig kaffi. Okay. Palate cleanser. Og sígó með því.
Já, ég þarf einhvern veginn að detti í það. Uppáhalds vél? Ertu að tala svona baunavél, bara svona... Þú mátt velja Nespresso eða... Helst, Baunavél, eða bara eða- Ertu að tala hylkjavél? Nei, þú mátt Ertu að tala velja uppáhald eða hylkjavél? Sko, þú mátt velja þér. Ef það er hylkjavél, þá tek ég uppáhaldingin. Ok. Já. En ef það er bara, bara espresso, bara espressovél Góðu malari og... og allt að frétta, þá myndi ég fara í það. Ok. Ok. Uppáhalds staður í heiminum? Sko, Ísland á góðum degi, keyra heim og fallur í sumarnóttu eftir eitthvað gig einhverstaðar út á landi í gamla daga, því að einhvern veginn einn Heiminin bleikur og blár. heiminn er bleikur og blár, skilurðu. Þú syngandi. Ég er bara eitthvað, það eru bara einhver fegurstu moment sem ég átt bara einhvern veginn að vera einn, allt er bara eitthvað stilt og beautiful og bara ert bara einhvern veginn cruising. Maður skjóta henni Já. Þarna að þú veist að segja á hann bara, þú veist, að þegar þú varst að vera frægur 2010, 11, 12 og þú veist að þú varst bara jartengdur og varst bara með konunni sem þú með í dag og svo framvegis, þú veist, það varst aldrei einhverja vitleysu, alveg fyllir í og einhverja góða sögur eða? Jú, þú veist, algjörlega. En ég hef samt reynt að hafa þannig að ef ég fæ mér að þá fæ ég mér bara með vinum mínum einhvers staðar helst í einhverjum bústað einhvers staðar lengst í burtu. Já, þú ert ekki að taka svo rottvæli sögur sko. Nei. Það er, ég hef ekki eitthvað óvart vakað í 3 sólarhringa eða eitthvað kjaftaði, skilur. Nei, en þú ert ekki bara herri á gig hérna á Akureyri á laugardagskvöldi, þannig að þá mæti ég bara föstudagskvöldi og er bara mökkar bara og tekur bara station helgi eða. Nei, ég hef aldrei verið á þeim vagn. Ég bara er ekki góður í því, sko. Nei. Drykkjumaður. Nei. Dapur. Drykkjumaður dapur. Já. Sko, þetta er opin spurning, eiginlega ekki hraðspurning, en það er næst senast spurning, hann er til að lefna að fljóta. Skemmtilegasta minningaferlin? Eitthvað moment? Já, ég hef bara mjög oft rifjað það upp bæði viðtölum og bara í hugum mínum að þið fór á fyrstu þjóðtíðina, eða þið fór á þjóðtíð var ekki bókaður til að spila, heldur Páll Óskar hitt hann á flugvöllunum, hann sagði við mig að ég mætti koma inn í setti hans á sunnudeginu. Ég kom inn í setti og Páll Óskar 2009, hann er bara gigantic, það var bara allt trillt í dalnum og hlýna mæti ég eitthvað og svo byrja bara fyrstu tónarnir í hlið og bara þegar veggurinn bara byrja að fucking syngja þá fyrst vissi ég að You were the shit. Já, bara þú veist, að meira hit, skilur. Já. Það er bara, og það er bara rosalega eftirminnileg og góð minning. Geðvitt. Ein erfið í lokin, Bubbi eða Bó? Ég veit, þú veist, þetta er samt ekki erfitt fyrir það. Svarið, ég er Hafnfirðingur og ég er mikill Bó aðdáandi en Bubbi hefur alltaf vinningin í mínum hugum. Það er mjög gott. Þá er það Freyr Dór, takk hérlega fyrir komuna. Við viljum takka öllum sem hlustu, Dominos, Payday, Loop, Hreyfli, Messanum, Kemi, Bossar afgemar fyrir fólksspila, mótorhjól og atvinnutæki sem leiðist með lyktarreiðandi hreinsefni og öryggisskoða afslætti. Bara erum svo, já. Hvað er það mikilvægast í lífinu? Ertu að spyrja mig? Það er bara að lifa lífinu lifandi. Rétt. Takk fyrir. Takk.